Hæ, í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvað það er auðvelt fyrir áskrifendur Aurbjargar að skrá bifreið inn í stjórnborð eins og við höfum fyrir framan okkur. Hér sjáum við að þetta er upp á skjárinn sem allir fá ef þeir smella á Aurbjargar nafnið upp í horninu vinstra megin og hér sjáum við að það er engin krónutala í kassanum sem stendur á ökutæki. Það er vegna þess að við erum ekki búin að bæta neinu ökutæki við. Við förum upp í flipa sem heitir eignir og skuldir efst upp í horninu, smellum á það. Bíðum smá stund og þá erum við komin inn í glugga sem sýnir okkur að við erum búin að skrá fasteign en ekkert ökutæki. Það er hægt að bæta ökutækin við með því að smella hérna á bæta við og velja ökutæki eða fara í ökutækja kassan þjálfun og íta pluss. Ég íta á ökutæki hér, slæ inn bílnúmerið og leita í ökutækjaskrá. Leið ég smelli á ökutækjaskrána þá sækir ökutækjaskráin upplýsingar bílinn. Hún veit hvers slags týpa bíl þetta er en það er ekki skráð verð þar, þannig að við þurfum að finna hvert verðmatið er. Ég fer yfirlega á heimasíðu bílasala og finn gróflega hvað bílinn ætti að kosta með hvað hann er keyrður og hvað hann er gamall. Ég ætla að giska á að þessi bíl kosti 3,5 milljón. Og ég skrái það inn hér og það er mikilvægt þegar maður er búin að leita í ökutækjaskrá hérna uppi að skrá síðan ökutæki líka. Og ég tek fram því ég hafi samtals 6 flettingar í ökutækjaskrá á ári sem ætti að vera feikinóg fyrir flest heimili í landinu. Nú skrá ég ökutæki svona og við það skráist bifreiðin inn í stjórnborðið en fyrst fáum smá upplýsingaskjá þar sem við getum sett mynd af bílnum, við sjáum líka hvaða týpan er, þetta er rafmagnsbifreið, hann finnast í skoðun 1. febrúar 2026 og er þá kannski að fara ykkur uppfærslu í júní á sama ári. Ekkert bílalán og svo sjáum við hvernig virðið á bílnum þróast eftir því sem að tíminn líður af því hans náttúrulega afskrifast. Svo er bara eitt eftir, það er að smella upp í horninu vinstra megin á Aurbjörgu og þá sjáum við núna í stjórnborðinu að við erum komið ökutæki upp á 3,5 milljón inn í stjórnborðið okkar.